Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 21. júní, þriðja sunnudag eftir hvítasunnu, er þema dagsins orð friðþægingarinnar, týndur og fundinn. Í lexíunni stendur: náðugur og miskunnsamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Í pistlinum skrifar Páll: ég þakka honum sem mig styrkan gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsótti og smánaði. Og í Guðspjallinu er hinn velþekkta dæmisaga Jesú týnda soninn. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum samantekt úr Guðspjallinu sem fjallar hina velþekktu sögu týnda soninn. Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri sagði við föður sinn: faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Sá yngri kom eigum sínum í verð og fór til annars lands þar sem hann sóaði sínu fé. Stuttu síðar varð hungur í landinu og hann tók á líða skort. Hann fékk þá vinnu við að gæta svína og hungri fékk hann til að horfa öðrum augum á líf sitt. Hann ákvað að fara aftur heim til föðurins. Hann var enn langt í burtu faðir hans sá hann og kenndi brjóstum hann, hljóp og féll háls honum og kyssti hann. Sonurinn sagði við hann: faðir, ég hef syndgað á móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Faðir hans kallaði á þjónana og lét færa hann í bestu skikkju, draga hring á hönd hans og skó á fætur honum. Hann lét sækja alikálfinn og slátra og sagði: við skulum eta og gera okkur glaðan dag, því þessi sonur minn var dauður en er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn að gera sér glaðan dag og síðan fáum við að vita að bróðir hans gladdist ekki eins og faðirinn. Í hans augum átti hinn týndi sonur ekkert gott skilið en var þó fagnað með veislu. Faðirinn í sögunni táknar Guð. Týndi sonurinn getur táknað þann sem missir eða finnur ekki trúna, fer út í hið veraldlega, en hinn var í nálægð Guðs. Sagan segir okkur í hnotskurn hvað faðirinn metur. Þegar augun opnast fyrir blessun og kærleika Guðs og við óskum að vera í návist hans, þá erum við velkomin. Guð fagnar hverjum þeim sem snýr sér til hans. Bróðirinn sem var heima taldi sig fremri hinum og eiga skili að fá meira en sá sem fór burt. En faðirinn sagði: þeim sem eru í hans nálægð getur hann ekki gefið meira, því þeir hafa þegar fengið allt. Allir sem leita Guðs og finna hann, meðtaka boðskapinn og vilja lifa í kærleika hans og fyrirheiti, þeir fá sömu laun. Og launin eru eilíft líf í fullri gnægð. Já, þema dagsins er orð friðþægingarinnar, týndur og fundinn. Að vera týndur þýðir ekki að Guð viti ekki hvar einhver staddur, heldur að sá hinn sami hefur ekki fundið Guð. Jesús notar þessi hugtök þegar hann segir að hann sé kominn til að leita hinu týnda og frelsa það. En frelsa frá hverju? Margir lifa svo þægilegu lífi að þeir telja sig ekki þurfa á frelsun að halda. Fyrir utan að þeir átta sig ekki á að frelsunin muni ekki eiga sér stað í þessu lífi, heldur næsta. Þegar við skoðum þessa texta verðum við að íhuga frá hvaða sjónarhorni Jesús talar. Þegar Jesú var freistað af djöflunum kom greinilega fram hver á þessa jörð.
Eða eins og Jesús orðaði það, hver höfðingi þessa heims er. Því djöfullinn vildi gefa Jesú öll ríki heims ef hann vildi tilbiðja sig. Jesús féll ekki fyrir þeirri freistingu og í Jóhannesi segir hann, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Þess vegna hefur Jesús ekki vald til að stjórna á þessari jörðu fyrir en dómurinn verður kveðinn upp. Höfðingi þessa heims verður dæmdur og honum út kastað. Það er þó ekki þannig að Guð geti ekki gert neitt fyrir okkur á meðan við lifum. Því hann getur blessað sitt fólk eins og Jesús sagði í fjallræðunni. Faðir ykkar á himnum lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Í eftirfarandi dæmisögu Jesú himnaríki kemur kærleikur Guðs og umhyggja fyrir okkur vel fram. Dæmisagan er þannig. Líkt er himnaríki og mann sem sáði góðu sæði í akur sinn. En menn voru í svefni kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Og hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, viltu að við förum og reytum það? En hann sagði, nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð mun ég segja við kornskurðarmenn. Safni fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Sagan fjallar tvo valkosti, að vera hveiti eða illgresi. Engu öðru var sáð. En vegna hins frjálsa vilja getur hinn trúaði týnst í heiminum og hinn vantrúaði getur fundið Guð. Þess vegna er alltaf von að fleiri finni Guð. Lexían sagði, náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur, því hann fagnar hverjum þeim syndara sem snýr sér til hans. Hinn umrædda kornskurðartíð er hinn efsti dagur, dagurinn þegar höfðingi þessa heims verður dæmdur. Þangað til mun barátta á milli góðs og ills vera háð allan heim. En það er ekki okkar að dæma hver er hvað. Jesús mætti öllum í kærleika, bæði trúuðum og vantrúuðum. Hann las huga manna og sá hvað lá að baki spurningum þeirra og gaf alltaf viðeigandi svar. Og stundum er eins og hann svari spurningu sem var aldrei borin fram. Forsenda frelsunar er að stíga fram í trú og sjálfsagt hafa menn áhyggjur af hvaða áhrif fyrra líferni hefur. En Páll postuli skrifar, ef einhver er í Kristi er hann orðinn nýr maður. Hið liðna er orðið að engu, nýtt er orðið til. Og í Guðspjalli dagsins í sögunni týnda soninn fullvissar Jesús okkur að sá sem leitar Guðs, sama hverju hann hefur lent í áður, honum er tekið fagnandi og með opnum örmum af Guði föður sem vill ekki að neinn glatist. Páll skrifar, hann er nýr maður, hið liðna varð að engu, nýtt er orðið til. Með komu Jesú var innleiddur nýr sáttmáli og Páll kallar það sáttagjörð. Í þessari nýju sáttagjörð ákvað Guð að strika yfir jarðnesk brot og gera menn hólpna af náð fyrir trú.
og sú náðargjöf stendur öllum til boða. Páll postuli sjálfur lýsandi dæmi viðsnúning í trú. Páll sem áður hét Sál var strangtrúaður gyðingur og farisi. Hann elti kristna menn til að fangelsa þá og hann var einn þeirra sem grýtti Stefán til dauða fyrir trú sína á Krist. Jesús mætti Páli á veginum til Damaskus og Páll snerist til trúar á hann. Í pistli dagsins þakkar hann Drottni fyrir að gera sig styrkan og fela sér þjónustu, honum sem fyrrum lastmælti Jesú ofsótti og smánaði. Páll skrifar að þannig sýni Guð hve kærleiksríkur og miskunnsamur hann sé og hve náð hans sé rík í trú og kærleika sem veitist fyrir trúna á son hans, Jesú Krist. Páll lýsandi dæmi að fyrirgefning Guðs hefur engin takmörk og að hann sýni mannkyninu mikið langlyndi. Jesús kom til að frelsa synduga menn og allir sem á hann trúa munu öðlast eilíft líf. Við getum treyst því að orð Guðs og fyrirheiti standist allt til enda veraldar. Pistill Páls endar á þessum orðum. Konungi eilífðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði, sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Já, Páll sem áður var harður andstæðingur Krists, varð að einum ötulasta talsmanni kristinnar trúar og postuli Krists. Já, þema dagsins orð friðþægingarinnar, týndur fundinn. Jesús orðið og boðskapurinn sem hann flutti friðþæging, ný sáttagjörð milli Guðs og manna. Við getum ekki falið okkur fyrir Guði frekar en Jónas. Guð veit hvar við erum stödd og bíður eftir að við tökum afstöðu til hans. Við höfum ekki hugmynd hve oft hann hefur bjargað okkur frá slysum eða óhöppum, eða hversu oft hann hefur leitt okkur til að taka rétta ákvörðun, hversu oft hann hefur látið okkur hika sem hefur orðið að biðstöðu, eða opnað réttu dyrnar fyrir okkur, látið okkur hitta rétta fólkið, eða vera á rétta staðnum á réttum tíma. Sumir kalla þetta heppni en kristinn maður kallar þetta blessun og handleiðslu. Gangan með Guði hefst leið og við réttum út hendina til að leiða hann. Guð setur okkur ekki á reynslutíma. Leið og við leitum hans erum við hans börn og við vitum að hann getur gert kraftaverk en við einblínum ekki á þau. Heldur hann sem gerir kraftaverkin, hann sem hefur máttinn til þess, hann sem umvafinn dýrð himins og finnst við vera þess virði að leita okkar til að frelsa okkur. Hebreiska mannkyn ætti að sjá þennan kærleika Guðs til okkar sem hið stærsta kraftaverk og viðurkenningu á hversu dýrmæt við erum í hans augum. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen.